Góðan daginn, kæru vinir og velkomin. Bræður mínir og systur í Jesú Kristi. Svo höfum þetta nú allt saman á hreinu, hver er hvers. Og hann er það sem við ætlum að boða hér, Jesús Kristur. Hann, eins og Biblían segir, reis upp frá dauðum og sigraði vald dauðans þar með. Og eftir það gefur hann öllum sem vilja eða öllu fólki tækifæri á að koma til sín og meira, lifa eins og hann. Og hvernig lifir hann? Eilíflega. Hann fæddist sem hver annar dauðlegu maður til að gera ákveðið hlutverk sem drottinn fól honum að vinna. Og hann gekk í gegnum sínar eldskírnir hverri og eftir annari og sigraði þeim sigri sem drottinn Guð Faðir hafði áður undirbúið og fyrirbúið og var með og sá að skyldi vinnast. Sama er sem gildir mig og þig, að drottinn sem að þú lítur og tilbyður sér að sama gerist í þínu lífi, þú vinnir sigra með honum. Gegnum hann, í trú á hann, munu sigrar vinnast. Og þetta er partur kenslunar sem að kennarar og predikarar tala og fá menn til þess að taka undir, því að þetta er það sem er satt, að í Guði, í nafninu Jesú Kristur, vinnast sigrar og í þessu nafni skilar hver einstaklingur sér heim sem ber þetta nafn í hjarta sínu, Jesús. Þannig að við sjáum hver tilgangur lífsins er á jörðinni. Hann er að ganga veginn sem Kristur lagði, því að það er svo margt sem fylgir með á þessum vegi, til að mynda það að þú gerir það sem rétt er. Þú hugsar réttar hugsanir. Þú hugsar hvernig hagur þinn náttúrulega er góður og meira, hagur annara er góður. Eigingirnin sem að einkennir okkur öll og heimur allur er undirlagður af fyrir utan meðvirknina er ekki af trúalegum toga. Eigingirnin getur ekkert verið þar. Hún verður að hverfa og það er bara ein leið til að hún hverfi. Hver er hún? Jesús. Kennsla hans, boðskapur hans, vera hans í þér og bent á sjálfa þig. Og ég gera það líka. Þetta er leiðin. En hver erfiðlega gengur að koma auga á þetta og í raun er algjörlega ógerlegt að koma á þetta auga vegna þess að koma auga á þetta er gjöf. Hvaðan? Frá hæðum. Hún kemur aldrei nema byrjunaratriði komist að. Og hvað er byrjunaratriði? Heilagur andi í brjóstiðinu. Hann er byrjunaratriði. Hann er sá aflið í þér sem fær þig til þess að horfa af eigingirninni, vita fyrst og fremst að menn séu haldnir þessar eigingirni, því að þegar þeir vita það, sjá þeir leið að eigingirni er ekki gott afl og þeir mögulega, hugsanlega, geta farið að vinna gegn þessu í sér sjálfum, þar að segja, eftir að heilagur andi er komin inn, eftir að þekkingin á orði Guðs, Biblíunni, eykst og svo framvegis og framvegis. Og meðan þetta er ekki, myndu aldrei glíma við þessa eigingirni vegna þess að þú sérð hann ekki í þér sjálfum.
þú mögulega og hugsanlega sérðan í fari annara, en það eru aðrir. Ég og þú sem einstaklingar þurfum að glíma við þetta í okkur sjálfum og fjarlæga. Hvað aðrir gera er ekki á mínu færi að segja neitt til vegna þess að ég er ekki aðrir. Ég er ég sjálfur og ég þarf að vera með mín mál í lagi og ég sem trúum manneskja vill vera með því í lagi og hef allt afl og alla burði í það því að Jesús er með mér. Þannig að enn og aftur getum við bent á yfirburði við það að eiga Krist og eiga hann ekki. Við sjáum að hrósunar efni fyrir mig vegna þessa er útilokuð. Og það er líka eitthvað sem að menn koma stað með tímanum að sé og þeir lúta Kristi í þakklæti og gera fegins hendi vilja hans umfram sinn vilja. En eðli mannsins er sterkt, fallið eðli mannsins er sterkt og Drottinn er góður við okkur eins og við mátt talað hér og þú er oft tekið undir og talað líka fyrir þína hönd. Hann gefur mér frjálsan vilja. Ég fæddist með þennan vilja í mér og hann er enn. Og ég vel. Vil ég ráðast gegn eiginginninni eða ekki? Ég vel. Vil ég ganga veg Krist eða ekki? Ég vel. Þú segir þetta með mér fyrir þig. Ég vel. Og ef við gerum þetta og skiljum og sjáum þetta, getur ekkert annað en allir fingur beinst að manni sjálfum. Ég þarf að vera í lagi. Er ég það? Ég er líklega ekki ef að þú átt að meta það. Nei, þá er ég það ekki. Þess vegna vil ég bara Drottinn meti svona hluti og hann segir víst ert í lagi Konráð minn því að þú trúir á son minn Jesú Krist. Hann sér að þú sért í lagi. Þarna sjáum við líka að við erum að láta eiginginnina mata okkur með hugsunum. Ekki svolítið til í þessu. Hún er að mata okkur með hugsunum, ekkert endilega réttum hugsunum. Og við samþykjum þessar röngu þá hugsanir. Af hverju? Ekki segja það hátt, þú ert bara manneskja. Og þegar við tölum svona og tökum undir þetta sem ég veit að við gerum, þá sjáum við og skiljum við betur hvers vegna Kristur kom, hvers vegna hann lagði allt á sig saklaus og var á endanum dæmdur til dauða, ekki fyrir vondverk, heldur fyrir skilningsleysi og hörku hjartnanna. Það voru þau sem dæmdan til dauða, krossfestuð hann, sögðu þessi hjörtu. Hvað hefur hann gert? Hrópaði Pílatus, krossfestuð hann. Það voru engin rök. Svörin voru, krossfestuð hann og það voru fleiri en einn, það voru fleiri en tveir sem að hrópuðu þetta í samstilltum kór. Samkvæmt því sem að orðið segir var hjörðin fyrir utan sammála. Hún tók undir þetta sem einn maður, krossfestan. Fyrir hvaða sakir? Krossfestan. Ekkert að reyna neitt að bera blak af honum. En við vitum að þarna voru menn auðvitað sem báru blak af honum. En það voru allt menn sem höfðu starfað með honum, höfðu sannfærst að hann væri sá sem hann er og í því afli þá bara vissu þeir að þarna færi sá sem að Guð ætlaði að senda til jarðarinnar til að frelsa. Það er erfitt við þetta eiga.
Eðlið er samt við sig. Drottinn hefur gert nýja sköpuni úr mér, eins og við tölum oft um. Hvert fyrir sig, og þetta er rétt nálgun. En gamla eðlið er þarna. Það vil togast upp. Og togast upp fyrir það sem að Drottinn hefur sett í okkur. Við erum með það efst, við erum með það neðst, við erum með það allt þar á milli. En hjartað segir, og vilji minn er, og ég veit þú tekur undir það fyrir þig, ég vil hafa Drottinn efstan. Þannig við minnum okkur á þetta góða, sýnt og heilagt, og það er gott. Við gerum ekki lítið úr því að þó minna okkur á það sem betra er og best er. Við keppustum eftir því að setja Drottinn í efsta sætið. En veikleiki minn er alltaf að hrinda honum á stalli. Fíflið í hásætinu, segja menn. Ég vil nú ekki kveða svo fast á orðið því ekki líti á sjálfa mig sem eitthvað fífl. En ég get vel viðurkennt að sjálfur er ég breisk manneskja, sem er allt annað mál. Sjálfur get ég tekið undir það fyrir mig að ekki vel ég alltaf rétt, að því ég er breisk manneskja. Og þó maður velji ekki alltaf rétt, er ekki þar með sagt að menn, hvort sem það er ég að þú, séu eitthvað fífl. Þá erum við konir á allt annar stað með þetta. Ég tek allavega ekki undir það fyrir mína parta. Þú mátt alveg gera það fyrir þig ef þú vilt. En sá er ekki fífl sem játar Jesús sem sinn Herra í dag. Sem vinnur bug eftir bestu getu á andstæðu sem heitir eigingirni. Eigingirni er blinda. Getur kristinn maður verið haldinn blindu? Ég spyr þig, getur hann það? Ég held að þú takir undir það með mér að svo getur alveg verið. Og mjög slæmri blindu. Því að blind er náttúrulega bara eitt. Blinda er blinda, hún er alltaf slæm. En Drottinn er hér til að hvað? Opna augu. Ljúka upp hurðum. Að hverju? Dýrð sinni. Dýrð hans sem opnaðist á krossinum þegar fortjaldið rifnaði í sundur er þarna enn. En markmið og kennsla sama komum auga á þetta. Það er markmiðið, það er kennslan, það er það sem við viljum, það er það sem við skulum vilja og gera og markmiðið. Þannig að kennslunni er ekkert lokið og kennslubókinni hefur ekki verið lokað. Hún sett upp í hillu til geymslu vegna þess að verkefni er búið, ekkert meira með það að segja. Það er nú ekki aldeilis þannig, kannski vildi einhver að svo væri, en það er ekki raunveruleiki. Verkefnið er daglegt viðfang, daglegt viðfangsefni, dagleg iðkun, daglegt verk. Og aftur bendum við á veikleika minn, segðu þetta með mér, veikleika minn, gagnvart mér sjálfum, en aflið sem að býr í mér sem Kristur gaf mér. Og hvort vil ég nota? Ég veit alveg hvað við viljum. Ég held að það sé sama sem gildur þig og mig að við viljum gera það sem er rétt, gera Guðs vilja. Og meðan við stefnum í þessa átt með okkur sjálf, erum við á réttri leið. Þó okkur kannski takist ekki verkið alveg sem skildi, erum við samt á réttri leið, þar að segja, ef við gerum þetta áfram.
Dagurinn í dag gæti verið dagurinn sem að freisting svo stór snertir við mikillæti þínu úr hroka og hann byrjar að láta á sig kræla og vaksa og ef þú uggir ekki að þér tekur hann yfir allar þínar hugsanir. Og hvað meira? Þú ferð að líta á þig sem eitthvað meira í Guði heldur en aðra menn. Og hvað gerist í kjölfarið? Starfið þitt fer að hnigna. Það er orðið rangt, það er orðið skakt og það vill ekki. Og þess vegna erum við að árétta við fólk, leitið í orðið. Látið það vera ykkar daglega viðfang og viðfangsefni, daglega kennsla og lærdóm. Og þá ég og þú erum við áréttuð hvað getur gerst og við segjum, ég vil ekki Drottinn neitt hroka í mitt hjarta. Sem sagt, þú ert komin með bremsu, þú ert komin á varðberg, ekki fyrir mér eða neinum öðrum manni eða konu, heldur þér sjálfum. Þú séð hrokan bálast upp í fólki, mönnum og konum. Og svo mikið hefur þú lært að þú segir við sjálfum þig, þetta vil ég ekki. Og þú ert á góðum stað. Þú hefur augu sem Drottinn hefur lokið upp. Hann er það góða í þér. Og þegar hann lauk þeim upp, sérðu hversu ægilegur hrokinn er. Og þú segir aftur, með stórum stöfum núna, ég vil ekki þetta. Og þú segir meira, úr því að þetta fólk lenti þar, því þá ekki ég sjálfur. Því ekki er ég meiri manneskja þessu fólki. Leið ert að viðurkenna þennan veikleika í þér sjálfu, ekki í annarri mannesku, en hins vegar veistu að hún er til taks í þessu fólki, en það er ekki þitt mál. Þú veist að þínum veikleika og með þinn veikleika ertu í raun og veru að vinna hvern dag. Og þú segir að sumt sem þú séð og orðið áskynja viltu ekki í þínu eigin lífi. Þú ert á réttri leið. Þú ert að gera góð verk fyrir þig sjálfan og þína eigin trú. Sem sagt, eigingirnin er ekki það fyrsta sem kemur upp í þínu hjarta lengur. Nei, þú horfir til Drottins, þú segir, ég vil frekar hans leið og útbreiða hans leið en mína eigin leið. Ég og mitt er ekki lengur með. Er þetta hægt? Ég held við getum verið sammála það að þetta er hægt vegna þess að allt er hægt. Sé viljinn til staðar og allt sem þú ætlar að gera byggt á réttum góðum grunni mun verð takast það. Guð er með, Kristur er með, hann fer í farabroddi. Þetta er reyndar hans hugmynd að þú gerir þetta. Þetta er reyndar hans hugmynd í mínu lífi, takist mér að ýta burt eigingirninni úr hjartanu. Hefur hún tekist það? Örugglega ekki ef að þú átt að meta það, reikna ég með. Hvað segir Drottinn? Smávegis er afinn ennþá, Konráð minn, smávegis er afinn ennþá. En við munum eyða henni allir út í vinnunni okkar saman. Þetta er það sem að Drottinn vill gera. Hann vill vinna með okkur sameiginlega. Í samstarfi hvor með öðru, engu öðru.
Þetta og þannig vinnur lifandi Guð. Hann gerir þetta svona og getur, af því hann er góður Guð. Svona Guði þjóna ég, en hvernig lítur hann út Guðinn sem að þú ert að reyna að þjóna? Hvernig talar hann við þig? Hvað er hann að segja við þig? Etur það þeim fram til verka sem eru eigingjarn. Þá er það ekki Guð sem ég þekki. Þá er ekki sami Guð og ég er að tala um hér. Hann er ekkert af þessu. Aldrei. Hann veit að eigingirnin er í raun blindandi afl. Þessna líkur hann upp augum. Og þú sérð, hann konnið þarna, hann er ekkert eigingirnin. Og þú sveigir þessa hugsun að þér sjálfum, hei, ég er haldinn eigingirnin. Sjokk. Ég get lofaðir því að svo er ekki, að því að Guð var að ljúga þessu upp fyrir þér. Og þegar hann vinnur vinnuna sína, fæðist fram gleði í þínu hjarta og feginleiki. Nú sérðu, nú veistu. Og þú segir, ég vil ekki vera á þessari braut lengur. Og vinna við að losa sig frá þessu eigingirninni heldur byrjar. En ég hygg að svo vinna sér rosalega tyrfin. Og ekki allara að fara né gera. Sé viljinn áfram hann að þú einblínir á þetta, í Jesú nafni mun verkið takast. Og það gerast áfram sem að Drottinn hefur lagt upp með. Þetta er það sem Drottinn vill að við gerum. Og hvernig líst þér á svona söng? Ég heldur fallan vel í geð vegna þess að þú ert manneskjan sem vill læra af því sem Drottinn er að segja. Bæði ég og þú erum allavega á sama stað þar. Að við viljum læra af því sem Drottinn er að segja. Og þannig líka lærum við að treysta honum fyrir því sem við erum að heyra. Hei, hvernig er það hægt? Að þú þjónar Guði, þá er það hægt. Þú þjónar hennum uppristna Jesús, þá er þetta hægt. Og þú treystir honum, þá verður þetta hægt. Þannig að þú verður róleg og ertu róleg með það sem að þú heyrir, en ertu róleg og rólegur með það sem þú heyrir. Því get ég ekki svarað, en ég get auðvitað svarað fyrir mig. Og ég held því fram að ekki hef ég orðið fyrir miklum höggum af predikunum og kennslu sem ég hef numið frá öðrum, að ég treysti Guði. Ég treysti honum 100% fyrir mér. Og hann er ekki bara traustinsverður í mínu hjarta. Hann verður það líka í þínu hjarta þegar þú veist, skilur og fattar hvað Guð er. Þegar þú skilur og fattar að hann er lykillinn að allir velgengni. Velgengni. Einnig það orð fyrir hvort sem er mér að þeir breytist þegar að Drottinn er komin inn í þitt líf
og þú ert farin að skilja betur hvað trú sé, þá verður orðið velgengni fyrir það að hljóma öðruvísi í þínu hjarta. Og velgengni felst ekki endilega í því að eiga mikið af öllu og engu. Ef mann vilja það, þá mega er það alveg. Velgengni fylgir því þegar þú ert þessi nægjusama manneskja. Já, þú kannt, eins og Páll segir, að hafa lítið umleikis og allt til alls. Þú kannt með þetta fara. Það er velgengni. Og þetta vaknar, fái trúin að gera sín verk í þér. Fái trúin að gera sín verk í þér. Þá vaknar svona. Og það er gott að leyfa þessu að vekja sig. Það mun bæta trúna, það mun ýta þessari andstyggð sem heitir eigingirni úr vegi, og hún er lúmskari en þú hyggur. Við erum öll að glíma á þessum velli. Við erum öll að kljást við þetta á þessum velli á hverjum einasta degi. Alltaf. Allstaðar. Undir öllum kringumstæðum. Undir öllum aðstæðum erum við þarna. Og hvernig líst okkur á þetta? Okkur líst vel á þetta, vegna þess að þetta eru orðin trú og sönnu. Þetta er það sem máli snýst sem verkið er að tala sem eigur trúarstyrk hvers og eins á okkur. Ef við leyfum þessu bara virka og verka, þá fer það að gera sitt gagn. Þannig að við sjáum að maður eða kona sem vill ekki vinna þessa vinnu, segir orðið reyndar að eigi ekki mat að fá, vegna þess að hún mun ekki hvort er sækjast í hann, að því það er verk að sækja í svona kennslu eða kennslu að guðlegum toga. Ég þarf að stíga skrefin að þessum verkum til að sækja þetta og fá þetta. Það er það sem ég þarf að gera. Og undir þessu afli að vera, og þess vegna er kennslan að hvetja mann alltaf í sömu á, að borði drottins. Henni ber að hvetja okkur að borði drottins, vera undir orði drottins, því að þar er öll leysing fyrir hvað sem er fyrir mitt líf. Og annað, þetta snýst alltaf mitt líf. Er það eigingirni? Hvernig get ég lifað öðru en mínu eigin lífi? Það hlýtur því að snúast að miklu leyti mitt líf. Þannig bara er það. Ef að mitt líf breytist, sem það hefur gert, að þá er það gott fyrir mig, og svo er aldrei að vita nema aðrir sjáu og vilji þetta fyrir sig. En það er engin trygging fyrir neinu slíku. En samt skaltu halda áfram að breyta þínu lífi í Jesú nafni, því að það verður þér til góðs. En svo vorum að segja áðan, hvað get ég gert annað en lifa mínu eigin lífi? Ég hlýt því að þurfa að gera það sem þarf til að það breytist til rétts vegar. Eigingirnin þarf því að víkja, hvort sem er mínu hjarta eða þínu, því að hún er hindrun. Og hver getur ekki tekið undir þetta?
sem hefur séð, tala nú ekki um það, þetta í sínu eigin hjarta. En sumir sjá þetta ekki, sumir reyndar sjá aldrei neitt. Sumir sjá ekkert nema sletta vegi í sínu lífi. Og ef einhvað annað hefur komið upp, hafa þeir alltaf bent á þennan og hinn sem orsaka vald þar. Allt slétt og fellt. Það er villan á þessari leið. Og það er eitt af því sem Drottinn vill að við komumst að raunum til að við lendum ekki á þessum stað. Og hvað gerum við í því? Það sem við erum að gera hér. Nema orð Guðs. Það er það sem við erum að gera. Það er það sem við erum að tala. Það er það sem við erum að segja. Það er orð Guðs sem við erum að benda á. Við höfum ekkert annað orð né neitt annan stað til að benda á sem er betri þessum. Ef við vissum hann, myndum við gera það. En hann er ekki til, við höfum ekki fundið hann, þess vegna bendum við á það sem við vitum að er það besta. Já, við erum að benda á þennan stað sem besta, þannig að því við erum á honum, við þekkjum hann, við höfum reynt hann og hann er það. Hann er fullkominn staður. En ég er ófullkominn manneskja sem er að reyna að berjast við að gera það sem er fullkomið. Og ég er ekki einn. Ég hef heilagan anda. Ég hef orð Guðs. Ég hef öll þessi fullkomnu verk Jesús til að byggja á. Þannig ég get unnið þetta verk. En með þessari leið sem hann gefur. Engri annari. Það langt síðan ég sá að engar hjáleiðir eru til. Annaðhvort gerurðu verkið eins og Drottinn vill láta gera það, eða þú sleppir því, því að þetta væri þá bara vinna til einskis. Og Drottinn segir við mig, Konráð, ekki vinna til einskis. Og hann segir meira, þess vegna áttu orðið, þess vegna hefur orðið. Það er til að þín verk séu ekki til einskis, gjörð og unnin. Þannig að við höfum sigrast á mörgu. Og allir okkar sigrar liggja í verkinu sem Jesús vann á krossinum og undirbjó með verkum sínum á meðal okkar mannana. Og þau eru öll saman uppistandandi og við lesum þau í Biblíunni og við getum farið eftir þeim verkum vegna þess að þau eru þar og þau standa. Orð Guðs stendur, verk Guðs standa, verk Jesú standa því að hann gerði þetta 100% samkvæmt vilja föðurinn. Hann segir það sjálfur. Ég ger ekkert nema faðirinn segir mér. Og þess vegna líka stendur þetta. Þess vegna líka reis hann upp frá dauðum. Þess vegna varð dauðinn að sleppa honum. Og hann hefur sleppt þér líka. Að því þú átt Jesú í hjartaðinu. Og ert fús manneskja til þess að hlusta á það sem Drottinn leggur til þín og fram. Hann er allt í öllu. Eins og við höfum oft talað hér og þú sjálfsagt gert jafn oft og ég, þá eru við bara verkfæri Drottins. Einhvað sem hann er að nota. Við veitum hvaða verkfæri smiður notar. Hann notar hamar og hann notar sög. Og öll þessi verkfæri sem að notuð eru til að vinna tréverk. Hann er með þetta allt saman en í nafni trúarinnar. Og hann er að hvetja mig og þig til að vera vel að mér í fræðunum. Og ég get ekki borið við neina afsökun, því hún er ekki til. Hann segir við mig, Konráð, þú hefur þetta, þú hefur aflið í þig til að skilja þetta, en þitt verk er að vera á þessum stöðum
til að þau geti lokist upp fyrir þér. Það er málið. Þess vegna verða þau að ljúkast upp fyrir okkur. Það er ekki nóg að eta þennan mat sem er auðvitað byrjunin. Þau verða að fá að ljúkast upp fyrir okkur. Og skilningurinn gefur okkur aflið sem þarf í verkið. Það er leyndardómur, minn kæri vinur og vinkona, að fylgja Jesú. En þetta er eitt af því sem fylgir göngunni með honum, að þessi skilningur fer að vakna og hann hættir að vera eitthvað furðulegt. Kannski var hann það til að byrja með, en svo hættir hann að vera eitthvað furðulegt. Við segjum, og þetta er bara Jesús. Svona er hann. Þetta er hann sem hann gerir, það sem hann gerir. Og við erum komnir á veg sannleikans og þessar kenndir sem að kannski hafa vilja ganga með okkur og trufla okkur eins og eigingirni og fleira, þetta hverfur allt. En það gerir það ekki nema því að þú vilt að þetta hverfi. Þannig er nú Guð, og þetta vitum við, að við getum haldið hvað sem er. Hann hlutast ekki til það. En kemur að málinu með kennslunni. Það er hans leið. Og kennslan, rétt framsett, hún sannfærir manneskjuna mig. Já, ég held ég gera þetta bara frekar svona. Af hverju? Þú sér að þetta er rétt fyrst og fremst og þú sér hvaðan þetta er komið og þú veist að það sem þaðan er komið er betra. Þess vegna sleppur því sem var og tekur það sem þú samfærður að sé betra. Og betra og betra. Og þú ferð að heillast að þessu og þú segir, ég hef ekki verðskulda neitt af þessu, en þetta er allt í minni hendi. Og hvað sérðu? Kærleika lifandi Guðs til þín af öllum mönnum. Svona er Guð. Og þennan gleðiboðskap erum við að færa þér. Því að þetta er ekkert annað en gleðiboðskapur. Boðskapur sem vill að þú vitir að þetta er þinn boðskapur eða það sem þér er ætlað. Og það skal vera sigur þinn í dag að meðtaka með þeim hætti. Og það er eitt eftir. Og það er ekkert annað sem kemur til greina ef þú nær þessum takti að þú lyftir höndinum upp til lifandi Guðs. Hann skal lofa það. Hann skal tilbiðin. Fyrir honum skal fallið fram. Hann er einn. Það er enginn sem keppir við lifandi Guð. Enginn, aldrei. Eitthvað oft hefur það ekki verið reynt. Oftar en þú, minn kæri vinur, veist. Og hann er enn í dag að vinna. Hann er enn í dag að verka. Hann er enn í dag að gera það sama og hann hefur alltaf gert. Fræða mig og þig þetta. Jesú, verkin hans, fullkomleika hans í verkunum og endingu krossin sem hann andaðist saklaus á. Og einmitt þetta sakleysi hann gat að notað. Hreinn. Hann varð að nota eitthvað sem var hreint og fann það í einum, syni sínum Jesú. Og hann gerði allt, eins og við vorum að tala og við vitum, bara það sem að Faðirinn sagði. Hann gefur okkur eftirmynd og fyrir dæmi, gerum sama. Leifum Guði, leifum Jesú stjórna okkur og stýra og segja hvar við eigum að vera og hvaða stöðum að gegna og meira
gerum svo stöður okkar innan samlaðarins. Já, hver og einn staða er mikilvæg til að þessi merkilega heildarmynd kirkjunnar náist fram. Og þar er ég og þú partur. Í Jesú nafni. Við segjum þetta gott og Konráð Rúnar Friðjónsson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.